Velkomin í Ekkert að þakka, ég heiti Stefán Engur. Ég mista af einum þætti í síðustu viku. Það var, ég var að koma frá Kazakstan, ég var hægt að taka í vöruna. Það hefði ekki verið góðu þáttur. Ég held að við getum öll verið á hann að hann kom ekki út. Góðu þáttur í dag hins vegar. Ég fæ Ævar Þór Benediktsson, leikar og rithöfund, Ævar vísindamann í heimsókn og við tölum alls konar. Mestmegnis myndi ég segja við tölum sköpun, við tölum svolítið grín, við tölum svolítið leikhús og ég hafði mjög gaman að tala við hann. Ég þekki hann ekkert að viti en það var ég held í fyrst skipt sem við tölum saman og ég var alveg til að tala við hann oftar. Ég horfði á ég horfði á hann debatt sem að átti sér stað í Kastljósinu núna í vikunni þar sem að Snorri Másson talaði af stórkostlegu skilningsleysi það miklu að ég get varla trúað öðru en að það hafi verið viljandi gert að hann hafi gert sér upp skilningsleysi og ég er búinn að fylgjast með umræðinu eftir það sem að hefur verið fullkomlega vanstilt að mínu mati. Það er merkilegt að kalla gagnrýni. Mark Maron hefur talað um þetta núna í kringum það sem hann er að plugga nýja specialin sinn við Ævar tölum aðeins um hennan specialin, þetta er Panicked. Það er engin cancel-kultúr. Það hefur aldrei verið til neinn cancel-kultúr. Það sem hefur átt sér stað er að fólk hefur sagt eða gert hluti og það hefur verið menningarlegt viðbragð, þann kallar það cultural pushback. Og þau sem að sögðu eða gerðu hlutina hafa sagt What? Þetta má ekki, ég má segja það sem ég vil. Já, þú mátt það. Þú mátt segja nákvæmlega það sem þú vilt. Og við megum það líka. Það er umræða, það er samtal. Sigríður Andersen tók saman pistil á Facebook þar sem hann sagði meðal annars að fleira fólk hafði andúð á miðflokksmönnum heldur en á transfólki og hinsegin fólki og öðru hinsegin fólki. Það er í besta falli ef við ætlum að vera mjög rausnarlega við hana stórkostlega heimska og Sigríður Andersen er ekki heimsk þannig ég tel mig vita að þetta hafi verið viljandi, villandi framsetning hjá henni. Andúð gagnvart manneskju fyrir það sem hún er. Það er raunverulegt hatur, það eru fordómar og það er hættulegt. Andúð á skoðunum fólks, það er allt annað. Það er mjög eðlilegt. Við gætum alveg verið chillaðari oft, 100%, við þurfum ekki að hata, en það er eðlismunur á andúð á skoðunum og andúð á því sem gerir mannesku að mannesku. Það er stórkostlegur eðlismunur. Í morgun var hún og Dagur B. Eggertsson á Bylgjunni, ég hlusta á viðtal við þau. Þar sem að Sigríður hélt áfram að tala um þetta. Hún og Sigmundur Davíð hafa bæði talað um og Frosti Logason hafa talað um það og ég ger ráð fyrir að Tóti sé að fara að tala um það. Tóti er pælingu mjög fljótlega. Að það eigi sér stað skoðanakóun og að Snorri Másson sé að segja það sem að fjöldi fólks þorir ekki að segja opinberlega. Tölum aðeins opinber tjáningu. Hvað felst í orðinu opinber tjáning? Núna líður okkur öllum út af samfélagsmiðlum eins og við séum alltaf að tjá okkur opinberlega. Og það er svo sem rétt. Það er nýtt, by the way. Fyrir 30 árum þá var fólk að senda greinar inn í Moggan eða what have you. Bara þau sem nefndu því. Núna getur hver sem er kommentaði eitthvað ógeð, eitthvað hatursfullt ógeð undir frétt frá Mogganum og kallaði það opinbera tjáningu. Fyrir 30 árum þá var flest fólk í samskiptum við vini sína, fjölskyldu og samstarfsfólk. Stundum sagði það eitthvað ógeð og viðbröðin lét ekki á sér standa. Það hefur alltaf þekkst að einhver segi eða gera eitthvað ógeð og er ekki boðið í næsta kaffiboð. Það er bara mjög eðlilegt og það er réttur hvers og eins að velja hvern hann umgengst. Það er sjálfsagt og það er eðlilegt. Opinber tjáning sem á sér stað á samfélagsmiðlum er okkur óeðlislæg. Það þarf fucking hliðverði.
en hliðverðir hleypa líka vissulega að, og þetta er sem Dagur talaði þegar samkynhneigðir voru fyrst að riða sér til rúms í sinni réttindabaráttu, þá var reglulega fengnir einhverju kirkjunar menn til þess að debatera, býtu, hvað þessir hommar, hvað hommi, og sem Snorri Másson hinsegin, það er ótrúlegt að maður sem málfræðingur og hann sé svona mikið að velta fyrir sér, hinsegin er ekki nýtt orð, queer er ekki nýtt orð, þetta á rætur er ekki til uppbruna daga hinsegin baráttu, réttindabaráttu hinsegin fólks. Sigríður Andersen talaði í þessu viðtali, hún laug því blákalt að þegar að lög kynrænt sjálfræði voru samþykkt árið 2018 þá hafi fullt af sérfræðingum ekki fengið að koma fyrir nefndina á Alþingi og tjá sína skoðun. Það er ekki satt. Ég hringdi í fólk sem hafa þekkir sem var í nefndinu. Þetta er einfaldlega lygi. Þetta er lygi sem er sett þannig fram að fólk sem er á leiðin í vinnuna heyra hana og hugsi, já, það hefur aldrei mátt tala transfólk. Það hefur aldrei mátt gagnrýna transfólk. Og ef þið horfið síðustu 100, 200, 300 árin aftur í tíman, 500, 600 árin aftur í tíman, þá sjáu þið að það hefur alltaf mátt gagnrýna. Það hefur alltaf mátt setja út á hinsegin fólk. Það er frekar nýlegt að það megi ekki drepa hinsegin fólk fyrir það eitt að vera hinsegin. Það er nýtt. Það hefur alltaf mátt tala það. Og ef þið skoðið samfélagsmiðla, þá sjáu þið. Það eru tvennskonar komment. Það er annars vegar þessir fucking barnanýðingar, segja sumir. Og hinir segja, já, það máðu þetta ekki gagnrýna þetta, þá er allt brjálað. Og veistu hvað, ef þú ert fucking bókari sem býrð í Kópavogi, sem er megin illa við hinsegin fólk, sem er megin illa við transfólk eða megin illa við intersex fólk, fínt. Það er ekki gott, það sökkar og þú sökkar smá, en öllum er skít sama hvað þú ert að segja. Fjölskyldunum er sennilega skít sama hvað þú ert að segja. En ef þú ert alþingismaður, eða þú ert ráðherra, eða ef þú ert fjölmiðlamaður, þá er gerð sú krafa að þú hafir erindi þegar þú stígur fram og tjáið opinberlega. Og hugtakið erindi er nokkuð sem hefur vantað svakalega í alla íslenska umræðu, bæði hvað snertir menningu og hvað snertir stjórnmál. Ef þú vilt stíga út á hið opna svið, þá hafa áhorfendur allir heimtingu á því að spyrja sig og spyrja þig hvaða erindi áttu við okkur. Og ég spyr hvaða erindi á Snorri Másson við okkur. Ef að þetta er svo vegferð sem hann ætlar að vera á. Ef hann ætlar bara að drulla sér upp úr einhverjum bandarískum forapitt, hvaða erindi á hann við okkur? Ég hef ekki heyrt hann koma með eitt einasta þingmannamál svo nokkru máli skiptir. Ég hef ekki heyrt hvernig hann sér fyrir sér að leysa útlendingavandan, en hann stórkostlega útlendingavanda sem hann er alltaf með á heilanum. Hvað vill hann gera? Hann á ekkert erindi, hann vill bara væla og kvarta. Hann vill kvarta yfir vandamálunu og hann vill væla yfir því að það sé verið að þagga niður í honum í beinni útsendingu á Ríkisútvarpinu. Þetta fólk á ekki erindi. Þeir stjórnmálamenn sem eiga erindi eru þeir sem að sjá vanda, benda á hann og leggja til lausnir. Allt minna en það eru áskrifendur af laununum sínum. Heyrðu, ok, við vorum byrjaðar að taka upp og síðan sá ég að minniskortið var ekki að virka, þannig að við erum að byrja upp á nýtt, þannig að það sem þeir eru að fara að heyra eða sjá núna er leikþáttur af samtalan okkar. Velkomin í podcastum mitt, það er Drekkið að þakka og með mér í dag er Ævar Þór Benediktsson, velkomin. Takk fyrir kjærlega. Hvað gerir síðasta fimmtudag? Heyrðu, góð spurning, átti ekki von á henni. Síðasta fimmtudag og eins og áðan, þá ætla ég að kíkja í símann. Ég sérst byrja daginn eiginlega alla daga á að fara á te og kaffi og fá mér kaffi til að svona byrja daginn. Ég ætla að giska á sitt flattvætt maður með haframjólk. Heyrðu, vel giskað, gott gisk. Á te og kaffi í smá stund, þannig að maður fær svona sixth sense. Þessi svona mokka típa þessi. En finnst þér ekki erfitt að það sé ekki baristur og settum? Ég brjálar yfir því. Það ætti að vera barista á hverju einasta setti. Eiginlega bara svona sér barista fyrir hvern og einn. Er það of mikið að biðja um?
Mér finnst það ekki. Nú hef ég leikið í 2 auglýsingum. Já. Og þetta eina ástæðan fyrir að ég ekki að leikið auglýsing á viku bara að kjörin eru of slæm og aðbúnaðurinn eru of slæmur. Einmitt, maður hefði haldið að með núna loksins eru komnir íslenskir umboðsmenn að þeir myndu svolítið berjast fyrir þessu en þú veist, ég veit ekki alveg. Þeir eru eitthvað að einbeita sér á laununum. Einmitt, nákvæmlega. En býtu, þú ert hjá móðurskipinu, eða ekki? Ég er á móðurskipinu, jú. Og ég hef engar follow-up spurningar. Nei, ok. Þarna bara aðtöðsamt. Já. Ok, en sko, áðan var ég að spyrja þig af því að ég hef byrjað á mörgum bókum og allt það og ég hætti alltaf þegar textin byrjar að vera lélegur. Já. Ert þú með eitthvað tricks, er þetta bara ægi eða hvað gerur það? Sko, þetta er ægi að einhver leiti en þegar ég var í LHÍ að læra leikarana og ég held að ég hafi verið í næst síðasta bekknum sem var 4 ár. Já. Á 3. árið þá vorum við með einstaklisverkefni og þau eru ennþá sem er frábært og við vorum með það þannig að í hverju viku þá kom inn í klukkutíma einhver random listamaður úr bransanum, ekkert endilega leikaranum heldur bara héðan og þaðan og talaði við okkur þeirra vinnuaðferðir. Já. Og við eina vikunum fengum við Sjón. Já. Og Sjón byrjaði að tala að skrifa út frá reglum og það er eitthvað sem ég hef svolítið tekið. Ok. Hann talaði ég held að vera Skuggabaldur og hann talaði áður en hann byrjaði að skrifa bókina að þá ákvaðan þessi bók á að vera í 3 hlutum, hver hluti á að vera 3 kaflar og hver kafla á að vera 3 blaðsíður. Engin sérstök ástæða, bara ég þarf að setja mér einhvern ramma, svo má ég fokka í þessum ramma. Ég get alveg haft 15 kafla ef að sagan kallar eftir í, en ég er bara strax búin að setja mér, þú veist, tóma blaðsíðan er eiginlega ekki lengur tóma því ég er með svona ákveðna hluti sem að einhvern veginn ég get unnið út frá. Þetta er fáránlega sniðugt. Og svo var Elísabet Jökuls, hinn eina sanna, var í skólanum á sama tíma og ég. Hún var þá í því sem hét fræði og framkvæmd. Já. Og ég var einhvern veginn að tala við hana í sambandi við að skrifa og hún kendi mér þetta með að bara kveikja á klukkunni og það bannaði að stoppa í klukkutíma. Já, eða 10 mínútur. Og ég svolítið saminaði þetta þegar ég var á 3. ári í skólanum og byrjaði að skrifa á kaffetári sem var þá hérna á Bankastrætinu og ég bara, að því ég var komið með svo mikið ógeð á því að ég var búin að vera í skólanum í 3 ár og ég var komið svo mikið ógeð á því að vera alltaf að það var alltaf verið að segja mér hvað ég ætti að gera og mér fannst ekki í ráðan einu. Aha. Þannig að mér langaði að fara, þú veist, var búin að vera að dúlla mig við að skrifa eitthvað svona bara frá því ég var lítill en ekkert svona eitthvað alvöru, þannig ég tók þessa 2 reglur basically, vaknaði alltaf bara klukkutíma fyrr, skólinn byrjaði 7:30, kaffetára opnaði 7:30. Já. Þannig að ég var bara mættur á kaffetára Bankastræti 7:30 og setti mér bara þær reglur ég má ekki ákveða neitt fyrirfram þannig að þá er ég búinn að taka pressuna að vera kvöldið áður hvað ég skrifa á morgun. Já. Það bara, ég má ekki tjekka mail, ekki tjekka Facebook ég bara opna tölvuna og ég skrifi klukkutíma og það bannaði að stoppa. Fyrstu línurnar verða rusl og ég mun henda þeim. Já. En ég þarf að komast í gegnum þær til að finna hvað sagan er. Einmitt. Og svo byrja ég á nýrri sögu á morgun og ég má editera en ég má ekki gera það núna ég má gera það í næstu viku. Einmitt. Og ég gerði þetta svona 40-50 daga í röð. Vá. Og en það sem ég gerði ekki var að fara klukktíma fyrir að sofa. Þannig að hægt og rólega þá misti ég út, þú veist, 1,5 sólarhring og fekk lúnabólgu og var veikur í 3 daga. Nei, 3 mánuði segi ég. En í staðinn að þá var ég með nóg mikið sögum til að geta greisjað út og gat svo, semst fyrsta bókin mín er eina bókin sem er ekki sérstaklega fyrir börn og unglinga og það er bók sem ég gef út þegar ég er á 4. ári og eru þessi sögur. Ok, wow. Þannig að það, og líka bara sú bók hjálpaði mér svolítið að fá minn svo fyrsta svona professional útgáfasamning að því ég gætt sagt, ég er búin að skrifa bók, hérna getið þið séð hvað ég er að skrifa. Já, þú gafst hann út sjálfur þessu. Ég gaf hana út, já, sjálfurinn undir merkjum Nikurs sem er svona self-publishing, þú veist, útgáfa en þeir sem hafa gefið út hjá henni hjálpa þeir að lesa yfir og hjálpa, þú veist, Sverrir Norland Próorka las, Emil Hjörvar var að ritstýra og þetta er bókaforlag sem að Andri Snær og Sigtryggur Magna stofna og held ég með fleirum stofna á sínum tíma bara til að koma sínum stöfi út sko. Er þetta ennþá starfandi, Nikur? Já, ég held sko Emil er búin að vera rosalega duglegur að halda þessu á lofti og þær bækur, þú veist, sögur eftirlifandi og svona sem hann hefur gefið út sjálfur hafa allar verið gefnar út, held ég alveg örugglega undir merkjum Nikur áður en hann fór inn í Storytel en nú er hann aftur farin að gefa út sjálfur held ég. Þannig að ég held að það er svona í einhverju mynd sko. En þetta er ofsalega falleg hugsun að bara
og ég beið alltaf eftir henni, það gerðist aldrei að ég myndi að fá símtal til að ritstýra einhverja, þú veist, annari bók, það væri svona svolítið bara svona eins og fjölskylda, sko. Þetta geðveik pæling. Sniðugt konsept, sko. Já. Og bara svolítið cool að það ógeðslega erfitt að ætla að selja heilu forlagi hugmyndina að það sem, að þú veist, ef maður hefur ekki gefið út neitt áður að þau ætti að treysta manni. Þannig að það alveg, þetta sniðug leið, sko. Einmitt. Ert þú á einhverjum samningi á Storytel? Nei, okay. Nei, ég er með nokkrar hljóðbækur að inni, en hef ekkert, þú veist, var með þætti sem ég var með á Rás 1 sem heitir Vísindavarpið, en þeir eru líka Spotify, þú veist, þeir eru bara á sarpinum út allt, sko. Þannig að, já. Mikið er gott að Emil hafi hætt hjá Storytel. Já, ég held það. Ok, þannig að klukkan hvað vaknar á morgnana? Og hver er hjúskapastaðin og áttu börn? Herri, hjúskapastaða er í sambúð, trúlofaður og eigum 7 ára. 7 ára. Þannig að við þurfum að vakna 7. Vakna 7. Núna þegar skólinni byrjar aftur. Já. Og er hann í, hvað gerir... Herri, konu minn dansari. Hún er dansari. Heitir Védís Kjartansdóttir, er hluti af Marmarabörnum. Já, einmitt. Marmarabörn, fyrir ekki sem þekki, að það er framúrskarandi sviðslistahópur. Bara, ég er ekki hlutlaus, en þetta er einn mest spennandi sviðslistahópur í langan tíma, finnst mér. Já, bara... Og maður veit aldrei hvað þau gera næst, ég þó maður sé búin að sjá sýningun áður. Maður er bara hvað er að gerast núna? Þannig að þau eru ofsalega spennandi. Og hún hefur líka verið að dansa með dansflokknum og mikið í sjálfstæðusinnunni og já, þannig að einmitt, ég er leikari og rithöfundur, hún er dansari og við vöðum í peningum. Þannig að þetta við erum klár þegar kemur að þið velja starfsframa. Sko, Hófí mín vinnur hjá Borginni, sérfræðingur á bókasafninu, og þú veist, hún er það breddvinner á okkar heimili. Einmitt. Við skiptumst á að því að koma tarnir, alltaf þessar tarnir. Þannig að þú veist, einmitt, þá koma tarnir á henni, þá gripur hún, svo koma tarnir á mér, þá grip ég. En það virkar. Já, það er svona, ég verð sprettvinnir í svona november-desember. Já, einmitt, nákvæmlega. Ok, en hver, er eitthvað svona reglaði hver fer með strákinn í skólan? Ég fer eiginlega alltaf með hann og svo fer ég, að því ég er svo mikið, með svo marga bolta á lofti, að því stundum er ég, þú veist, ég er mjög ofta að fara á okkur litla fundi, ég er að talsetja svolítið teiknimyndum, þannig að ég kannski er að skjóta staðanakot upp í Hafnarfjörði myndform eða í Vatnagarðana í Sýrland og þannig já, við erum svolítið bara, og þú veist, ef hún er að vinna upp í þú veist, flokki eða tjarnabíó eða eitthvað staðar að þá, þú veist, þær æfingar byrja 9 eða 10, þannig að, þú veist, og við erum á sitt konum bílnum sem var alveg, við eigum eitt bíl og við leigjum annan í langtíma leigu og það var, þegar það moment kom, það var game changer. Já, það þarf ekki að vera skipuleggi alltaf kvöldi fyrir bara, ok, betur, hvenær ert þú búin í þetta, þú veist, og maður þarf að sækja eða vera að láta, þú veist, sækja sig. Þannig að það var ofsa næs að, vera á 2 bílum. Það kom aldrei upp hugmyndin að nota strætó og mun líklega ekki gera það, en kannski ekkert munum framtíðin ef það allt saman verður 2030 eða eitthvað þegar 35 þegar borgarlegum kemur, en þá er hann hvort er bara orðin svolítið sjálfstæður. Ok, og þannig að þú fer með strákinn í skólan, er það langt að fara? Er það í sama hverfi? Nei, ekki sama hverfi, ég þarf að keyra smá, en svo bara, þú veist, það er mikil umferð maður venst í bara, við hlustum bara tónlist og höfum næs, en bara blasta Hamilton og ég er sjúkur Hamilton maður. Það er bara, hann frá þeim var svona 1 árs, ég held að bara hlusta á Hamilton. Geðvegt. Og bara fattaði eitthvað tíma þegar hann var lítill og vildi ekki fara að sofa, að ef ég beatboxaði, þá róaðist hann sem þýðir að við vorum búin að reyna allt annað og það var bara eitthvað what? Þannig að það er alveg taktur í hann þannig að það var mjög kjánalegt að finna í moment og einhvern tíma voru ykkur í jólabáði og hann bara vildi ekki vera þar, þannig að við 2 fórum bara og rúntuðum og hlustuðum á Hamilton með hann, sko. Ég hef enga þolinmæði fyrir leikhúsfólki sem að hallmælir Hamilton. Nei, guð, þetta er bara bursi frá tónlistin, bara textarnir eru gegn, þú getur ekki, ég meina, allt í lagi að fíla það ekki, en þú getur ekki annað að vera með respekt á vinnuna 100% sem er þarna. Hefur hlustað á Warriors söngleikinn sem kom núna fyrir svona hálft ár. Hann basically
Lin-Manuel skrifaði nýjan söngleik upp úr Warriors sem er mynd frá 87 eða eitthvað eitthvað svona bönsa gengjum í held ég New York og hann gerði basically bara plötu þú veist, eins og þeir gerðu við Superstar í gamla daga, þú veist, þeir gáðu fyrst út plötuna og svo gerðu þeir söngleikinn. Ok, fuck. Nei. Guð. Hringir. Guð. Og þetta með þessi merkileg manneskja. Þú verður að svara. Ég held uppi. Erum við ennþá að taka? Við erum ennþá að taka. Okay. En ég ætla að gera eitt fyrst að það er lesan. Já, gera. En ég klippa aldrei neitt út bæða veginn. Ok. Þannig að ég er að vonast þess að fá þetta að segja eitthvað krassandi, helst rasíst. Ok. Ertu í stuði fyrir það? Alltaf. Stanslaust. Jésús. Þetta er svona gotcha viðtal. Já, það er... Einmitt. Ég nefnilega sko almennt er Aron Martin með mér. Ég skil. Og hann er að þá pródúsera það. Ég skil. En... ég leyfði honum að fara núna út á land. Það var fallega gert það þér. Já. Maður verður að leyfa þeim að komast upp með eitthvað. Einmitt nákvæmlega. Svo nærðarum í næstu viku. Já. Þannig að ég er í smá rugli með tæknina eins og... Heldur góð, það eru rosa marga snúrur einnig. Þetta er svona svo í gamla daga þegar ég var í MA og myndbandafélag MA hétt Mima og maður svona opnaði inn og maður bara rosa mikið að dótið sem ég veit ekki hvað það er en einmitt, eitthvað svona mic-standar einmitt snúrur sem er ekki í sambandi en eru svona á leiðin eitthvað. Já, það er sko að mikið til líka bara því latur. Já, það er alltaf, það er hluta af þessu. Herðu, ok, núna verður það aðeins án myndbands. Ok. Af því að iPadin sem ég er að taka upp á er að verða batterislaus. Ok. Þannig að þetta verður bara skemmtilegt í eftirvinnslu. Ok, viltu finna hleðslu fyrir hann? Hann er í hleðslu núna en ég get ekki tekið upp á sama tíma. Sem er svolítið óheppilegt. Einmitt. Að þið byttu, er ég með hvað er það sko? Ertu með dongol með tveimur? Sko, ég á svona gæja en ég veit ekki hvort að ég er með hann með mér eða hvort hann er á skrifstofunum minni. Maður sé að hér er mér hlust ekki. Þetta er gott podcast. Já. Sérstaklega þú ætlar ekki að klippa þetta út. Ég hef haft það þannig að það verður einu svona tveðsunum gerst að manneskja segir fuck, ég hefði ekki átt að segja þetta og þá hef ég bara svona döbbað yfir og blörrað ok, það er samt fyndið blörrað munnin til þess að halda reglunni. Herði, ég er ekki nefnt að minn. Já. Takk fyrir ekkert, Ævar. Til þess er ég komin. Takk fyrir ekkert, þú getur líka verið gott nafn á podcast. Já, þessi þáttur heitir það núna. Já, takk. Já, við vorum að tala um Warriors. Já, Warriors, þetta er hann bara gerði heilan söngleik með, þú veist sko, einhverjum risanöfnum Lauryn Hill syngur eitt lag og þetta er fólkið sem mun aldrei vera á sviði og gera þetta. Já. En hann er bara með draumakastið sitt bara, hey Lauryn Hill, hún bara pródúseraði sitt eigi lag þeir voru geðað lengi að ná í hana, hún svaraði einhvers og fenguðu þér allt í hún bara, herri, ég er búin að pródúsera þetta líka þetta er ekki bara röddin og þeir bara, what? Og það er bara, en það nær mér ekki eins mikið eins og Hamilton af því að það virðist vera að það sé búið að sleppa hann má gera það sem hann vill og það er næst og það er einhver annar sem gerir þetta með honum líka sem man ekki alveg hvað heitir en það er eitthvað sem mun svo fara á svið eftir 2 ára eitthvað svo leiðis. Mér hefur fundist það meðan sko hann gerði líka hana In the Heights myndina heitir hann það ekki eftir Hamilton þá hefur mér þótt hann talsvert minna spennandi. Já, en þú veist, In the Heights er sann samin á undan Er það saman á undan Hamilton? Já, það er brottvísöngleikur sem kemur og að því að það gekk vel og vann einhver Tony að þá fekk hann að gera Hamilton sko. Já, það er kannski erfitt pitch fyrir fyrsta verk eitthvað. Já, bara Alexander en svo er ekki, svo samt hann eitt söngleik sem að náttúrulega sami alls konar en samt eitt söngleik á undan því sem er pínu bara fíla söngleiki að sem sagt hann samti Bring It On söngleikin. What? Já, sem vann alls konar velun líka sem er á Spotify þannig að það er góður. Fyrsta lagið er fínt, ég hef ekki hlustaði á mikið meira en þú veist það er bara rap og það er þá upp úr Bring It On myndunum? Já. Geðvegt. Þannig að hann byrjar með eitthvað sem hann bara semur svo gerir hann In the Heights þar sem hann sjálfur leikur aðalhlutverkið og svo gerir hann Hamilton af því að hann bara ógeðslega klár bara það voru engin hlutverk fyrir hann þannig að hann bara wrote his way out. Það er geðvegt. Þannig að það er, vídeó. Við erum aftur komin með vídeo.
nema ég er ekki með vídeo. Þetta alltaf svona þegar Aron er ekki. Ég þarf að hætta að leyfa honum að Það má ekki fara neitt. Ég leiði honum nefnilega að fara til Liverpool líka fyrir ekki svo lengu. Já. Og þá var allt í rugli líka. Já. Nú fallið það að leyfa honum að fara svona hingað og þangað. Já, þú veist hann notar það sem afsökun að hann hefur enga tekjur á þessu. Engin afsökun. Engin afsökun. Skoðun mestalagi. Þannig að það, já, Ok, þannig að þú síðast þetta þá ferði með sonuðinn. Fer með strákinn í skólan, Já. fer svo að fæ mér kaffi og svo fer ég til sálfræðingsins míns. Ok, hvað er þetta á sálfræðingi? Heyrðu, ég er í Domus Mentis, þannig að rétt hjá... Þannig að listaháskólanum. Já, gamla Tverholtinu. Já, nákvæmlega. Ég verið þar líka. Einmitt, og ég er bara mjög ánægður þar og hef svona aðeins verið að flakka á milli og prófa hinn á þessa. Já. En er mjög ánægður þar og fer í byrja á þessu fyrir svona 3-4 árum. Nice. Og bara mjög nice og er núna að fara á svona, veist, ég tók þetta þéttar en nú er ég að fara kannski á 2-3 mánaða fresti. Þetta er líka bara alltaf að hækka. Já. Þannig að þetta er orðin næstuði munaðvara en Já. þetta en mér líður miklu betur. Já, þannig að ég alveg er duglegur að bara taka þá frá pening til að eiga fyrir þessu af því þetta bara litar út frá sér. Ég heyrði segja einhvern tímann að maður ætti að fara til sálfræðings eins og maður fer til tannlæknis. Sem sagt bara allavega einu svona ári. Einmitt, já. Bara check-in. Já. Ok, það þarf eitthvað að skoða þetta. Já. Hvað heitir sálfræðingurinn? Heyrðu, hann heitir Arnar. Ok. Man ekki hvað svona. Ég var hjá Pétri Tyrfingsinni. Ok. Sem er bróðir Þórarins Tyrfingssonar sem var með Vog. Yfirlæknirinn á Vogi. Já, ok. Og ég fór til Péturs eftir að ég lenti á smá vegg og fór til hans í gegnum geðdeildina. Ok. Ég fór upp á geðdeild og þau voru ok, hvað er nokkra tíma til okkar og síðan er sniðugt fyrir að fara líka til sálfræðings. Ok. Fór til hans og sem ég fyndið af því að síðast fyrir það þegar ég fór á geðdeild og skrev eftir aðstoð þá sagði ég, þú ættir að fara á Vog frekar en hingað og fór þá til Þórarins Tyrfingssonar. Já, ok. Þannig að þeir bræður hafa tekið á móti mér. Ok, það er fallegt, það er eitthvað heimilislegt við það. En hann er líka eini sálfræðingur minn sem ég verið hjá sem hefur útskrifað mig. Og það var svolítið næs. Áhugavert. Hann sagði þetta er ekki eins alvarlegt og þú hélst kannski. Ok. Ég held að við komumst ekkert lengra en bara þú ert með númerið mitt. Ok. Það var geðvögt sko. Já. Nice. Og hefur þú eitthvað farið til hans síðan? Ég hef ekki farið til hans síðan. Nei. Ég er ekki alveg nú að duglegur að fara til sálfræðing sko. Nei, en það er bara eins og maður finnur það aðeins líka. Já. Það er svona Ég þarf að vera duglegri sko að spotta það. Ég þarf að fara til sálfræðings eins og ég fer til tannlæknis. Er enda líka latur að fara til tannlæknis. Ég sumleiðis. Eftir að ég losnaði við spangirnar í Galata þá kom ándjóks 14 ára gat. 8 ár hjá mér. Já, einmitt. Og svo fór ég til hans í fyrra. Já. Byrjaði hjá nýjum tannlækni og það var ein skemmd og smá tannsteinn og sem þýðir að ég lærði ekkert af þessu. Já. Það sem ég hefði átt að vera með væri ekkert með skemmtir til að kenna mér að fara reglulega. Hann var bara, hvað er landsjúk? Þannig að ég svona, já. Það var saman hér, 8 ár, engin skemmd, tannsteinn og Hófi spilar það upp eins og hún er svona að reyna eins og gerist í sambundum skiluru. Maður svona byrjar aðeins að endurskrifa söguna þegar makinn mann sker eitthvað heimskulegt eins og það fara ekki til tannlæknis í 8 ár. Mín skoðun er svo, hún er glósamál að hún sé að endurskrifa söguna á þann veg að það hafi verið eitthvað að því að þurfti að taka tannsteinn. Já, ok. En þú veist, þegar ég fór regla til tannlæknis þá þurfti alltaf að taka tannsteinn hvort þið er. Að sjálfsögðu, já. Og hvað gerur eftir? Eftir það, kíkja í símann af því man ekki neitt. Sko, byrju. Svo eftir það já, þá fór ég bara að skrifa og er að vinna í nú er allar sko jólabækur komnar í prent og maður er í rauninni bara að bíða eftir því. Ertu með margar jólabækur? Ég er með 4 sem er of mikið að því ég er að þvælast fyrir sjálfum mér en málið er bara að það er Íslendingar kaupa bara bækur fyrir jólin sem er æðislegt. En það væri líka geggjað að þeir myndi kaupa, þú veist, bækur í febrúar og í mars. En það er aðeins svona smá vorbókaflóð en það er kannski meira svona spræna heldur flóð en það er samt alveg eitthvað. Þannig að ég er núna að vinna í
hver vorbókin mín verður. Okay. Það kemur bók í vor Já. og mér langar að hugsalega starta einhvers konar nýri seríu og ég svona aðeins að bara reyna að sitja og brainstorma hvað það passa að verða ekki á mikið af því ég á það til að nota á mikið orðum og það verður á langt, mér langar að ná í miðstíð, þá þarf að vera, þú veist, má alveg vera flókið en það má ekki vera á mikið blabla. Miðstíð það 13 til 15? Nei, það er held ég 4 til 7. 4 til 7, já. Ok. Já. Ertu alltaf að skrifa? Eða, þú veist, Já, eiginlega. Og ertu alltaf með verkefni eða þú veist, þetta... Ég bý eiginlega til öll mín verkefni sjálfur, já, sko. Já. Og svo ég alveg duglegur að banka upp á hjá, þú veist, Þjóðleikhúsinu eða Sagafilm eða einhverjum og bara, hei, hér er hugmynd, ok, þið vildu hann ekki, ekkert mál, já, ég fæ aðra á morgun, ég verð í bandi. Og og það alveg svona, ef ég fæ hugmynd, þá fer hún á post-it með það, hún fer upp á vegg og það böggar mig óstjórnlega ef ég get ekki notað þessa hugmynd á einhver tíman. Aha. Og sumar þurfa að bíða í svolítinn tíma. Já. En mér finnst langt skemmtilegasta við þetta að fá hugmyndina. Sammála. Og hugmyndin snill þangað til maður byrjar á henni. Já. Hugmyndin fullkomin. Já. Þangað til þú sest niður og actually byrjar. 100%. Og það fyrsta sem þú gerir að skemma hana með því að voga þér að byrja á henni. Og þess vegna svo erfitt að byrja. Já. Þannig að stundum þarf maður bara, og eitt sem ég hef ekki annað á sem þú getur prófað að þú veist, sumir mappa út alveg nákvæmlega hvað gerist í sögunni. Ég get það ekki. Nei, ég get það ekki. Okay. Sérstaklega þeir sem að sko koma til dæmis úr kvikmyndabransanum og að skrifa bækur, þeir náttúrulega þegar þú ert í kvikmyndabransanum þá þarft að skilin, þú veist, treatmentum og þú veist, þú þarft að brjóta sögunum svo oft niður áður og actually sest niður til að skrifa hana. Já. Og mér finnst það rosalega erfitt af því ég vil bara byrja. Já. Bæði fínt, það er bara hvað hjálpar þér, en ég oft með sko moment sem ég veit að munu gerast kannski inn í miðri sögu og þá byrja ég bara stundum á þeim af því ég veit, þau kveiki í mér, þau eru spennandi, ég veit ekkert hvernig við komumst hingað en allt í einu ég komið með 3 blaðsíður og það skár en engin blaðsíða og nú get ég farið að finna leiðina hingað og svo finna leiðina burt og það, ég var alveg oft byrjað í miðjum sögum til að bara komur á stað. Já. Þannig að ég með þetta dæmi sem ég að vinna í núna, ég svona aðeins að reyna að ná utanum og ég held, þú veist, ég ennþá að reyna að finna momentið sem ég get bara, kannski byrjaði bara byrjuninni og stundum skrifa ég bara einhverja setningu, bara það dóu 3 og svo bara, ok, ég veit ekki, bara ok, sjáum hvað gerist, skilur. Þannig að það svona, einu svona ýmsar leiðir til að koma á stað. Þannig ég bara basically restina deginum þangað til bara hann búin í frístundinni sinni að þá ég bara að vinna í þessu og ég vinna á kaffihúsum, fer á milli, fer upp í te og kaffi Garðabæ og bara, þú veist, kaupi matinn. Byrjuð í Reykjavík? Já, byrjuð í Árbænum. Og byrjuð í Árbænum, já. Þannig að og svo kvöldið, ég eld alltaf þannig að við vorum þá vikuna höfðum við keypt svona pakka frá Eldum Rétt. Já, ég elska Eldum Rétt og það bara var mjög næs, ég man ekki, það var eitthvað kjúklinga, eitthvað rjómasósu, eitthvað og mér finnst mjög gaman að elda og elda það svo þegar strákurinn sofnaður þá held ég að við höfum hort og við þessu horfum alltaf saman á eitthvað ég poppa alltaf í potti og ég pott og pops maður líka örbylgjupoppið það geggjað sko en ég bara alin upp við pottapoppið. Hófi hafði betur í þessu, hún örbylgjupops kona, ég reyndi fyrstu 2 áruna sambúðinni að koma pottapoppinu inn, henni finnst það gott en bara örbylgjupopp það bara var hún með stöð 2 í gamla dag og ekki þú? Nei, hún úr Sveit sko. Ok, ég úr Sveit. Hún ólst upp í botni Birkilhauð í Súgandafirði og það var smá og hún lýsir sér stundum sem radical boomer því að hún ólst að mörgu leiti upp bara í 70s þú veist, hún var með RÚV þegar að RÚV virkaði í sveitinni já, en ég kannast við það við náðum ekki stöð 2 ruglaði einu sinni við vorum ekki með videótæki, við vorum bara, þú veist síðan pappina var smá græjukall að kom videótæki og þá byrjaði hann að taka upp og eitthvað ég vona hann fyrirgefur mér að ég stela þessari góðu sögu hennar sko, en þegar hún að því að hún var bara alltaf út í fjósi skiluru og bara synti annað bústörfum og annað
og það sem var heilagt hjá henni var alltaf að horfa á Desperate Housewives á 50 og ef hún mistaði Desperate Housewives þá var það bara ónýtur dagur sko. En þegar hún var að halda upp á afmæli sitt, ég man ekki hvað hún var 11 ára eða eitthvað þá hitti það á Desperate Housewives dag þannig að allir í afmælinu horfðu bara á þann þátt af Desperate Housewives bara spara mann að fara út á leigu sko. bara 100% fóreldrar eru ánægð með það. Í hvað rólst þú upp? Í hvað? Borgarfirði, já. Bara vestri, eða bara, já, Borgarfirði. Þannig að hérna hestar og smá kindur og yngri sískinni. Þannig að það nóg að dýrum. Engar mjólkandi? Nei, kýr eru það er svo ofsalega viðvera. Já. Þú ert svo fastur, þú kemst alltaf í sumafrí sko. Já, það er bara á hverjum degi og meðan þú veist, það hestarnir geta allavega sendt það út í haga í smástund sko. En pappi er tamningameistari þannig að hérna, hann er temur og hérna er ógeðslega klár í öllu svoleið sko. En ákvað að horfa þessa dagana þið vitis? Herru, við vorum, þarna á 50-skvöldinu ég held við höfum verið að horfa á 4. þátt af Alien Earth. Já, eftir að byrja, hvernig er það? Herðu, ég er ennþá til, ég er mikill Alien maður. Þetta var þátturinn sem Ugla leikstýrið sem er alltaf endalist töff. Já, það er insane sko, það er geðvegt. Svo bara directed by Ugla Hauksdóttir og bara, mother, hvernig? Þetta er geggjað. Ég þarf eiginlega að klára seríuna til að vita nákvæmlega hvað mér finnst, en það er margt ofsa flott. En það er svo mikið lore og mikið verið að kynni nýja hluti og ég er enda bara svona, af hverju erum við að kynni nýtt stöf? Ég vil nýtt stöf en ég þarf bara að sjá bógan til að veita þú veist, margt ofsalega flott og bara tæknibrellunar, leikararnir flottir þetta er bara, ég er aðalega bara að spá í sögunni núna bara hvert er þetta að fara líka þetta gerist á undan fyrstu Alien og þau samt eru þá búin að sjá geimveru áður en Ripley og hinn þannig ég er eitthvað hvað í stóra saminginu, þú veist, þýðir það að allir munu drepast að því að við höfum ekki heyrt geimverun áður eða höfðu Weyland Yutani heyrt geimverun áður og þess vegna var skipið með Ripley og þeim sent á LV-426 eða hvað sem hétt. En manni finnst það nú ekki ásamt sko. Nei, ég veit það. Á Alien 1. Ég veit það. Það er nefnilega máli. Það mun þurfa að krefjast einhverja stórkostleira brellu. Já. Handrita. Já. En ég er mjög forvitin sko. Þess vegna ég er mjög sáttur en ég er mjög spenntur líka að sjá bara hvert þetta fer. Að því vorum að tala um D&D árunum byrjum að taka upp þá hef ég spilað líka sko Alien RPG spil. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef heyrt það nefnilega. Mér skilst líka það tölvuleikur sem heitir Alien Isolation sem ég skilst að sé frábær. Þá ertu basically dóttir Ripley og ert að leita að henni og gerist á milli 1-2 og bara finnur eitthvað skip og það er bara geimvera og þetta er víst frábær leikur sko. Geðvegt. Ertu tölvuleiki kall? Nei, voða lítið. Ég hef ekki þólinu með þeina þú veist, ég er til í Mario Kart og eitthvað svona sem er bara instant gratification og dopamin en það að þú veist, eins og Guðni bróðir litli bróðir minn, hann sko þú veist, var að spila Final Fantasy og eitthvað svona leiki þar sem þú ert með bara 20 mismunandi sverð og svona marga galdra og þessa hluti og ég var alltaf bara eitthvað þetta er allt og eða þú veist, ég hafði ekki þólið með henni það. En svo er samt svona eins og Telltale leikir eins og Grim Fandango og Monkey Island og svona sem voru svona ævintýraleikir sem voru svona pínu millistig þú veist, þau voru líka fyndnir og sniðugir og nógu silly til að ég nefndi að einhvern veginn spila en ég meiri þáttum og bíó heldur en að í tölvuleikjum sko. Mér langar að vera tölvuleikja en mér líka. Finnst það eitthvað svona en bara, sama hér sko, ég hef ekki þolan með hennar og líka þú veist, af því að ég er algjör græjukall þá þú veist, þá langar mér bara í PlayStation 5 og spila Baldur's Gate 3 en þú veist, ég get ekki réttlætt það. Nei. Þú veist, bróði minn er töluleikja kall og ég fekk hann gamlu PlayStation 4 töluna hans, hann gaf hann þegar hann hætti að spila eða þegar hann fekk sér 5 og þú veist það er alveg skemmtilega leikir, við hófi spilum stundum saman og við eigum Switch, Mario Kart og svoleiðis. Já, á Switch, en síðan veit ég eitthvað svona að ég get spila Baldur's Gate 2 en það er til 3 eða skilur ég svona og af því ég græjukall þá fyrir ég fílu en þetta er svona græjukall syndrom ég 100% það er eiga besta mikrofónin bara hinn er fín nei já ég veit að þessi er betri já, hann er ekki lengur í lagi að því ég veit af hinn hvenær farið að sofa? Sko Védís er oftast svona 11:30 eitthvað svoleiðis ég er vakandi aðeins lengur bæði að ganga frá og svo bara
stundum aðeins að vinna, já, ég vann rosa mikið á nóttunni fyrir svona 5 til 10 árum og bara heilu bækurnar eftir mig eru skrifaðar á nóttunni en núna, og sérstaklega þegar ég var að vinna upp í Þjóðleikhúsi og var að skrifa á sama tíma en núna að þá bara get ég það ekki lengur ég er ónýtur daginn eftir ef að ég vaki lengur ég er kannski að vaka til svona kannski 12:30 mér finnst það rosa seint já, en það er of seint ef ég er að vakna 7 þá er það of seint ég þarf að ná fleiri klukkutímum ég veit það hvað ertu 7 eða 6 eða svona ég er svona í 6 já, 6, 5,5 eitthvað slags ég þyrft að vera í 8 já, þið vantar slatta upp og ná upp í 8 ég veit það það er svona, ég er að reyna já, ég þarf 8-9 já en þú veist, ég er góður eftir 7 já en þú veist, algoritmin á Instagram byrjar að sína mér bara ef þú sopnar eftir klukkan 11 ert að drepa þig og ég bara ég var bara að horfa á fólk að bregða hvort bara hvað er þetta þannig að þú veist og þeir senda mann þetta eftir mínúti þannig að maður er bara svona sorry þeir eru svo mikil skrimsli þessi ertu búin að lesa eitthvað eða lesa Careless People það er svona expose Facebook nei ég kláraði hann reyndur ekki ég hlustaði á fyrsta helminginu og síðan bara fór ég að gera eitthvað annað það var kona sem var ráðin inn sem eitthvað svona hvað segir maður svona þú veist, hún var að lobbyisti basically og hún var að spá þá í eitthvað bara svona ríkisstjórnum og þetta var snemma í Facebook þegar það var ekki komið á öll svæði og bla 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 og í henni kom meðal annars fram að algoritmin virkaði þannig að þegar ungar stelpur eyddu mynd af sér þá var því fyllt eftir með einhver svona beauty products auglýsingum það er svo insane en þetta er sko, ég notaði Facebook rosa mikið til að byrja með þegar ég var að gefa út bækur og vera til dæmis með bara sem var besta auglýsingin sem var að vera með gjafaleik bara deilið kápunni, þeir eru komin í pottin þeir eru basically að auglýsa kápuna fyrir mig út um allt svo bara var ég í tökum á Svörtusöndum þegar ég byrja alltaf og var nýbúin að starta einhvern bókaleik morguninn, svo fekk ég alltaf bara skilaboð bara, hei, það er komin fake profíl sem er bara búin að kopía að því ég er með like síðu bara búin að kopía covermyndina þína profílmyndina þína, búin að seifa bönsa myndum og uploada þeim, bara á síðustu 5 myndum og er að senda linka á fólki sem er búin að deila myndinni og segir, hei, þú vannst sett inn kreditkortið og við senduðu bókina og ég var bara, þú veist, og bara tók niður leikinn, bara allar með reporta á Facebook bara, nei, við sjáum ekkert að þessu það var ekki fyrir en ég sem fatt að það reporta þetta sem síðan sem þeir voru, já, ok, já, bara þó þeir sáu þessi síði bara búin til fyrir nokkrum myndum og þessar að byggja allir kreditkortanúmer, þá ekkert nefnir bara nei, þetta er alltaf lagi og þá hætti ég með það ég á tímabili var rosa mikið að mynda að bústa það virkar ekki lengur ég veit ekki af hverju ég veit ekki hvort það er að því að þú veist ég er að tala þú veist, Palestínu á Facebook eða deila einhverju þar eða trans-ally eða eitthvað, ég veit það ekki og þetta er ofboðslega minnst Instagram verið skárra en þetta er samt alltaf sama og þetta, sko, einmitt talandum málfrelsi sem að er mörgum mjög hugleikið þar með talið mér sko, fólk, ég hef séð marga ýmist brjálast eða bara vera með málefnalega gagnrýna og það að RÚV hafi lokað fyrir komment á þetta ógeðs viðtal sem að Snorri var í Kastljósinu daginn þau lokað fyrir komment, ég ger ráð fyrir það var bara því að fólk var að segja hræðilega hluti og fólk kallar það, þú veist, svakalega þöggun en sko, þetta sem þú segir, þú veist, að með Palestínu postana að það sé svo pressað viljandi, skilur við það er bara rosalegt og ég minna að það er eins og bara sumir, þú veist, skrifa Gaza með G-A-Z eða þú veist, G-A-Z-A til að algoritmin peki ekki upp þú veist, svo kannski má bara loka þessu öllu bara já, og þú veist, það er líka einhvern veginn svona kannski bara komið jæja maður talar eitthvað svona málfrelsi á þessum miðlum en þú veist, eðli málsins samkvæmt þá er þetta ekki málfrelsismiðlar af því að þeir eru í einkaeigu eða skilur þú veist, það er alltaf einhver gaur sem getur bara sagt, nei, ekki tala um þetta en það er bara frasinn, þú veist, ef þetta er frítt þá er þú produktið og það er bara nákvæmlega þannig það bara tók okkur öll 15 ár virkilega að fatta það við vissum það alveg en þú veist
eins og þú veist bara ert að segja með þetta, þú veist, það er dýlita myndum af sér og svo byrja að koma auðlýsingar fyrir beauty product. Það var einhver sem sagði mér einhvern tímann sem tilraun að exa á allar auðlýsingar og segja þetta á ekki við mig og þá byrja skemmtilega stöfið að koma af því að algoritminn veit ekki hvað hann á að gera. Mæli með því, ég byrjaði allt í að fá þú veist, veski sem lítur út eins og avokado og eitthvað svona, þú veist, þú farið svona mjög random hluti það. Hefur þið séð myndina sem að Björgun Frans postur á Facebook Temu, það er serið sem ég dýrka sko. Nákvæmlega, það var svona það er mitt nákvæmlega. Ok, föstudagur, hvenær vaknaru? Herri, sama, 7. Hvað bara þér í morgumat? Ertu morgunmatakall? Nei, ég er ekki morgunmatakall. Ég reyni að fá mér, þú veist, ef ég borða morgunmat þá er það á te og kaffi. Ég reyni að fá mér ekki brauð en það tekst ekki alltaf. Er það einhverju svona karbo? Ég er að reyna bara að borða hollara. Bara ég er eldri en fertugt og bara ég þarf bara aðeins að, þú veist, þarf að borða minni sigur, bara svona alls konar sem að þarf að passa. Ég var að byrja í ræktinni af því að ég er 32 ára og ég er eitthvað svona, þú veist, núna er tíminn, ef það er ekki núna þá er það þegar það er orðið vandamál. Já, það er nefnilega máli. Ég er að horfa inn í vandamálið og ég vil helst reyna að, þú veist, þetta verður erfiðara með hverju árinu bara að koma sér á stað að einhvern veginn hafa stjórn á öllu, þannig að ég vil bara, þú veist, vera með stjórn á þessu, en semst, fyrir aftur á Te og kaffi, fær mér eitthvað að borða þar og svo í hádeginu, ég var eitthvað að skrifa fram hádegi og í hádeginu að þá förum ég og vinkona mín Ardís Þóransdóttir sem er höfundur í Forlaginu, við nefnilega vissum það að á þessum föstudegi voru 2 gríðarstórir prentpakkar frá Forlaginu að fara í prent, við erum bæði á Forlaginu og vissum að það var mikið álag á öllum og þannig að við höfum verið að tala saman kvöldið áður og okkur datt í hug að við ætlum bara að vera og við fórum semst á föstudeginum í Valdísi. Við erum búin að senda skilaboð á Önnu Svövu og keyptum ís, basically bara einn risa sorbe og einn risa eitthvað svona Oreo keks ís, vanil ís og mættum bara með upp í Forlagi hádeginu með bara vöfluformum og skeiðum og dótið bara, ef þú ert vegan getur fengið sorbein fólk má bara fá sér eins og það vill og við erum bara farin og þetta var bara í kæli vel gert og það bara, vildum bara vera af því að bara það var brjála að gera, jólavertíðin að byrja 1000 bækur og það, fólk var mjög vel gert og líka sko að fara það gerir gæfumuninn fyrir mig ég hefði viljað vera þarna og fá ég nefnilega var eftir að bara svo fórum við og fengum okkur kaffið þarna í Flyover Iceland kaffehúsinu og vorum bæði bara hefðu þetta að fá okkur ís áður við fórum þið fengið ykkur nei, við fórum, þetta var ekkert fyrir okkur við bara löpum, þú veist, þau voru bara hátegismöndum komum inn og bara, bara fyrir ykkur, fáðu ykkur bara til að standa ykkur vel bara hlökkum til að sjá allar bækundar svo bara fórum við þannig að ég bý hann í Gamla Vesturbænum og þegar við keyptum þar þá var á Bræðraborgarstíg Benedikt bókaútgáfa og Forlagið og Hófjallar ritstjóri þannig að við vorum eitthvað kismet bara í göngufæri og síðan það báðar farnar þannig að Bræðraborgarstígur var leiðilegur. Hvað kom í staðinn? Ekkert. Ok. Fornleifastofnun var held síðan á tímabila sem Benediktor. Ok. Kannski er það ennþá, ég veit það ekki. Allavega ekkert eins svona spennandi. Nei, Forlagið er allt komið núna út á Fiskislóð. Og bara það sem lagarinn þeirra var basically og bókabúðin er, þannig að nú eru skrifstofnar komnar upp á efri hæð og svona það meikar sens. En já, nei, ég trúi því að þessi missaði úr götunni sko. Já, líka því að þú veist svona sætar litlar bókabúður á báðum stöðum. Já. En við erum komin með skáldu núna, já, basically, þú veist ekki á Bræðraborgarstígan. Nei, í göngufæri, já, einmitt, ég fór þangað fyrsta skipti bara á menninganótt. Mjög næs, ég misti alltaf af, ég var alltaf niður í bæ á astnalegum tímum, þannig að ég misti alltaf af henni, en það er íkeitt einmitt, sokka og bók og bara mjög kátur, sko. Veist þú hver, hvað heitir hann aftur, gaurinn sem að sendi bókin á skáldu? Nei, ekki hugmynd. Ok, ég veit það. Veistu það? Já. Fyrir víst eða? Ég tel mig vita það fyrir víst. Ok, þannig að þú ert að giska en ert samt eiginlega ég hef ekki fengið að staðfest frá viðkomandi, ég þekki hann ekki en við getum talað hann á þegar við erum hættir að taka upp. Ok, nice. Þetta er alveg svona draum, þetta er sem er Stellu Blomqvist, þú veist, er það einhver einn, er það margir? Ég var að tala við konu sem að sameinlega vinkonu okkar og hún Lóa Hjálmtís
þeir vinnir það ekki? Jú, Þeir við vinna minnst saman að eina á bókunum sem eru komið fyrir jólin já, nákvæmlega. bók sem við erum að vinna saman Og hún sagði það bara eins og heilaðan sannleika, hún vissi hver höfundur Stella Blómkvist var. Í dyrka, það er allir með Já. og allir eru með á hreinu sko. Mér skilst að því ég var í einhverju pínlegt hlutverki í Stella Blómkvist þáttunum Já, 1 eða 2. 2 Það var, já, og hérna það var betri serja. og það hérna þá skilst mér að hún hérna að einhverjir þar höfðu fengið að vita Ok. en bara, þú veist, hvort það var bara showrunnerinn og aðalhlutverkið Já. Var Snjólaug ekki sjórunur á því? Nei. og ég manna bara ekki Ok. ég hoppaði inn í einhverja nokkra daga bara ég var svolítið inn og út Ég fyrir ekki þeir engar ákir. takk þannig að já, nei, mér finnst þetta gaman mér finnst gaman svona leynd ég er mikill Stephen King maður Já. hann alltaf skrifaði undir dulnefni í svolítinn tíma þangað til bara einhver starfsmaður í bókabúð var bara eitthvað býtu þetta er skrítin höfundamynd af einhverjum manni hérna og fór að rannsaka og komið ljós að þú veist fyrsta bókin sem að þessi Richard Bachman gaf út var til einhver gömlu kennurinn að Stephen King Já. þannig að það er svona þú veist en hann náði að gefa út 4 eða 5 áður en það var ljóst Manstu að J.K. Rowling ætlaði að gefa út dulnefni þangað til að bókin seldist illa. ég bara, þú veist, hún var ekki komin út og þá var þetta bara, já, Jesus Christ, já, nákvæmlega Ok, þannig að þið farið að fá okkur kaffi á kaffihúsinu á hana. Já, spjöllum bara daginn og veginn og svo er bara klukkan orðin hátt í 3 og þá fer ég aðeins að vinna að senda e-maila, ég er að pitcha ykkur hugmyndum plaggöt á forlagið fyrir bókina og eitthvað svona og hérna, það er svona eins og ég segi, með 4 bækur, það er ein bók sem er svona aðalbókin sem ég fylgi eftir Ok. sem er svona miðstyksbók og hérna og svo bara fer ég og sæki strákin og svo fer hann fer upp í sveit til mömmu og pappa, hann gerir það alltaf einu sinni í mánuði Nice. og hún finnst að gegja þeim, finnst að æðislega gaman og þá eigum við bara svona smá hvíldarhelgi Geðvegt. og bara, þú veist, þá er take away kvöldið hvort það var bara Tokyo Sushi held ég sem var bara fínt og hérna einmitt bara hort á mynd sem man ekki einu sinni hvaða mynd það var en já, nei en bara, jú, svo bara snemma sofa sko Nice. og sofa út daginn eftir Já. það er ekki oft hægt þannig að það er mjög næs Og já, byrju þannig að þetta er krakkalaus helgi bara. Já. Hvað gerir það á laugardaginn? á laugardaginn þá fórum við fórum í brunch á hérna, hvað heitir það sem er beint fyrir neðan Hallgrímskirkju, bara hérna í áttina Vitastíg og þar Kól? Nei. Já. Nei, Rók. Rók, já. Já. Fórum þangað, ægilega næs, svo áttu við hérna kort innegna kort sem við fengum gjöf í Sky Lagoon, þannig fórum þangað og það kom svona 1,5 ár sem ég fór síðast og komur óvart ég sá mun fleiri svona Instagram influensara heldur en áður sem voru bara all in í tökum og bara nei, komdu aftur hérna að Já. þú veist, kærustur að leikstýra kærustunum og öfugt og bara og allir svona 10 árum yngri en ég Já. og ég var bara, ég þarf að hætta að glápa því mér finnst þetta svo merkilegt Það er, ég var í hérna, vorum í Tyrklandi og fórum í ISF sem var upplifun. Ok, veitu hvað Æja Sofía, moskuna sem var kirkja Já, ok hún heitir vist, vorum í mannlega þættunum með ferðasögun okkar og vinkonum Ok. hlusta á það og ég sagði Æja Sofía og hún sagði, þú kallar þetta ISF, það er með íslenskt nafn og það er mitt sko já, það sem þú tala kærustur og leika kærustum og leikstara kærust þetta er svo merkilegt því að það er svo mikið quality í þessu Já. maður er bara að horfa á Þetta er bara þetta er bara production, minnst það magnað Það er alveg, þetta er aðdánuvert að ég myndi ekki nenni þessu nei, sama hér Svo mikil, og svo kannski leggur þú ógeðslega mikið í eitthvað vídeo og það fær ekki nóg mörg like og þá bara dagurinn ónýtur Já. en þú mátt ekki vera leiður lengi því þú ert að gera annað vídeo Já. annars dettur út úr algoritmunum Já, einmitt. og ég bara svona, þetta er helvíti já, þetta er helvítið Þetta er bara allt kreatíft input fer í þetta já, sem verður gufað upp eftir 10 sekundur en svo líka hljóma ég eins og skilur einhver frá 1970 núna, af því að þetta virkar fyrir ógeðslega marga þannig að hver er ég að já, einmitt þú veist, vera eitthvað nöldri við þessu já, ég á mjög flókið samband við þetta Já, sko, bara, dáist að þessu en líka skildi ekki alveg Já. og þetta hræði mig líka pínu Já. líka að því að þú veist, verandi leikari að gera sjálfstæðarsýningar, að gefa út bækur ég veit að ég þarf aðeins að
hugsaðlega að fara í þessa átt Já. og mér finnst það pínu erfitt af því mér langar líka að halda ákveðinu svona þú veist, já þetta er bara flókið. Þetta er flókið og sko ég á svona af smá pólitískum ástæðum er búin að taka ákvörðun að skipti öruggum skoðunum að næst frá prófmóndra sýningu að setja ekki efni á samfélagsmiðla nákvæmlega, já en og sko, þú veist, það líka eins og Villi Netto, þú veist, hann gerir frábært stöff á samfélagsmiðlum. Já, hann er mjög skemmtilegur. Ógeðslega að finna að sketsa og það er ógeðslega mikið að gæða stöffið hann inn á milli. Algjörlega. En síðan er líka einhvern veginn svona, mér finnst hliðverðir bara fínir. Eða veistu hvað ég meina? Þú veist, að það sé engin hliðverðir til, að bara allt sem öllum dettur í hug fer beint út. Þú veist, ég hef fengið nei á 99% af öllu því sem ég langar að gera. Já. Og mér finnst það líka bara fínt eitthvað svona, þetta var ekki nóg mótað eða skilur ég skil, já, en síðan ég veit það ekki. Nei, ég fatt að koma með það, ok, þannig þið fóruð í Brunns og Sky Lagoon. Já, og svo fórum við kvöldið á mat og drykk. Já, þetta var bara ekta date. Já, þetta var bara mjög nice og cozy og bara og bara æðislegur matur og drykkir á mat og drykk. Já, ég farði þangað einu sinni, mjög skemmtilegt. Ofsalega gott, já, líka bara opnaði vefsíðinu, var að reyna að finna einhvern stað morguninn og þeir eru bara, við erum ekki með matselunum netuna því við erum bara með seasonal og það er strax bara eitthvað, ok, nice. Spennandi. Það er bara, þú veist, þið eru að prófa alls konar, þannig að þú veist, þið haldið ykkur spenntum, að prófa, þetta er bara æðislegt. Já. Og bara, já, og svo bara heim eftir það, við erum ekki mikið í því að fara niður í bæ. Það er, já, ekki mikið í því og svo bara sofið út eins og maður getur og og hvort að svo gerði ég brunch heima bara morgunin eftir, fór bara í búð og Hvað er sett í heima brunch? Það er, þú veist bacon stundum, mér finnst gott að hvítlauks svona rista kartöflur í ofni hræra egg, steikja kannski vorlauk og tómata saman svolítið og hafa þetta til hliðar og svo vera með svona sætar paprikur og steikja upp úr sesamólíu báðum megin og setja svo sesamfræ onni og svo er smá svona einhver ostur með þannig að smá svona, þú veist, maður er alveg að dunda sér í klukkutíma að gera alls konar, en það er alveg næst Þú ert ekki morgunverða manneskja þannig að þetta Nei, ég brunns manneskja sko, af því að þegar við ætlum að gera brunns þá er ég bara orðin svangur, ég svangur þegar ég vakna þannig að þú veist Hófi er eins og þú sko og gerir geðað fínt og þegar ég á ammæli þá sef ég út og hún gerir brunns fyrir mig en þegar við erum að gera það saman þá er ég bara, getum við bara spælt þessi fucking egg og en svo horfum maður á upptök á Gordon Ramsay að gera omelettu á mínútu og maður bara, þetta er alveg hægt að gera þetta á mínútu en þú veist, ef þú gefur mér hálftíma það er bara, býta aðeins en á þessum tímapunkti við erum búin að fá sér allavega einn morgunmat hún er mikið, þú veist, hún þarf að fá sér hún er alltaf vinnur sem dansari, þú veist, hún er endalaust að hreyfa sig nákvæmlega, þannig að það er alveg bara, þú veist, og þau borðið brunch svo held ég að við höfum bara hvort við vorum bara, það var ekki sól, þannig að það var óeðlilega gott veður núna þannig að við vorum bara út á svölum að hlusta á hljóðbækur ég var að byrja á nýri hljóðbók sem er að ég mikill Stephen King maður það var komið bók sem heitir The End of the World as We Know It sem er sem sagt árið 70 eitthvað þá skrifa Stephen King sögu sem heitir The Stand sem fjallar heimsfaraldur sem að dreipur 99% af öllum og restin lifir af og lendir í ýmsu og þetta er sem sagt 30 höfundar sem fengu leyfi til að semja smásögur sem gerist innan þess heims töff og öllu bara safna saman í risastóra bók sem var að koma út og mjög skemmt og ég vona að þeir gera þetta líka með eitt að ég er mikill eitt maður þannig að það væri þetta er gaman, þú sumt gerist áður en heimsfaraldurinn byrjaði annað í honum og ég held að þetta sé svona hægt og rólega að ferðast í gegnum söguna sko og eru mismandi lesarar á hverju sögu? Tveir lesarar og þeir eru afskaplega misgóðir og svo fór ég að skoða dómana og þá kemur ljós að það eru bara rosalega margir sammála mér þannig að annar er ofsalega góður og hinn er út á túni þannig að ég prófaði að hraða á þeim lesara örlítið og ég ger það venjulega ekki og þá virkaði það Ég var meitt erfitt með hljóðbækur af því að það eru svo rosalega misgóðir lesarar en það getur bara skemmt góða bók og en þegar þeir eru góðir þá er svo gaman sko.
og maður alveg bara sogast inn sko. Ég hlusta, sko, ég les mikinn skáldskap en ég hlusta helst á non-fiction bækur það sem að höfundurinn les sjálfur af því að það er oft þeim svo mikið hjartans mál að svona það er mjög næs að hlusta á, ég hlusta mikið af sko ævisögum leikara sem eru lesnar af þeim, þú veist, Bryan Cranston bókin er æðisleg, Amy Poehler Tina Fey, Trevor Noah bókin er æðisleg og bara alls konar svoleið sko. Það er alveg sökka fyrir því. Ég hlustaði segja á ævisögu George Carlin sem var gefin út posthumously og bróðir hans las hana og þeir hljóma alveg mjög svipaðir. Af því ég nefnilega hlustaði á Robin Williams bókina sem kom út einmitt eftir að hann dó sem er lesin að gæja sem er líkur honum en hann er ekki að reyna að herma eftir honum en hann bara er líkur honum sem er næs. Einmitt. Það er pínu, Sú bókmaður, hún braut hjarta mitt. Robin Williams? Flott sko, en ég líka bara svona sökkur fyrir bókum fólk að búa til list. Sammála. Og bara þú veist, það er bók sem ég er að hlusta núna svona í bútum sem heitir The Spamalot Diaries sem Eric Idle er að lesa og það er bara basically dagbókin sem hann hélt á meðan Spamalot var sett upp í fyrsta skipti á Broadway og bara svona, hei, Eddie Izzard vill koma á samlegstur. Nei, ekki núna, þú veist, það er bara, það má enginn koma og bara, hei, Tim Curry hefur áhuga að vera með og þannig að það mist það Barry Sonnenfeld, leikstjóri, hann fáránlega rödd en að því að hann lesa hana sjálfur og skrifa hana sjálfur og þá virkar það og þú veist, hann sem leikstýri Addams Family og Men in Black og en byrjaði samt í, þú veist, klámi og er að leikstýra og er að lýsa bara, þú veist, hann bara, það sem fólk gerir sér ekki grein fyrir er lyktin og maður er eitthvað, god damn it þannig að hann er búin að gefa 2 bækur, þetta er fyrir bókin sem heitir Barry Sonnenfeld Your Mother is Calling eða eitthvað svoleiðis. Hann átti mjög overbearing mömmu og þetta vísar í, þessi setning vísar í að hann einhvern tímann var á tónleikum eða hafnaboltaleik, tónleikum held ég og var lengur út, orðin vel stálpaður úlingur og var lengur úti en hann var búin að segja henni og hún panikaði, hélt hann var dáinn og hringdi í stadiumið og hann var kallaður upp yfir allt stadiumið og hann er bara scarred for life út af þessari mömmu sinni sem er mjög skemmtilegt og áhugavert og hann er mjög fyndinn. Þetta er svona alveg mýmið Jewish Mother. Hefurðu lesið að hlusta á Bob Odenkirk comedy drama, mér finnst hún geðveik líka. Rosa flott, alveg bara mjög, þetta er eitthvað svona þegar þau eru að lesa sitt eigi stöf og líka eins og bara Amy Poehler bókin það sem að hún fær, þú veist, bara Patrick Stewart til að vera innri röddinni sinna og foreldrar sína til að lesa eitthvað inngang og Seth Meyers til að lesa eitt kafla og það er svo gaman að taka formatið og fikta eins í því og svona sko. Þannig mánudagur. Mánudagur. Hvað bara því kvöldmatt og svona, kemur strákurinn heim á sunnudaginn? Já, ég fer og sækjan á sunnudeginum. Skuttlar honum líka? Já, við hittumst alltaf við göngin. Já, næs. Þannig að bara ég fyrir ekki göngin og mamma og pabbi kom móti þannig að við keyrum cirka hálfa á mánudeginum, í kvöldmatt að þá man ég ekkert, ég held að það hafi bara verið bara svona típisku sunnudags hendinni opn, það er bara kjúklingur, svona kjúklingaleggjur og franskar það er bara basic, salat með fetaostur. Very good. Kvöldið byrjum við á Up in the Air. Hvað er það aftur? Eftir Jason Reitman, með George Clooney og Anna Kendrick þegar hann er alltaf að fljúa og reka fólk. Einmitt. Æðisleg. Ég hef ekki séð hana. Æðisleg. Hófi elskar hana. Bara svo vel gerð. Jason Reitman, hann var í Ghostbusters fame, nei. Sonur hans, já. Hann gerði Juno og Thank You for Smoking. Ég elska Thank You for Smoking. Hún geggjuð. Og ég elska líka Juno. Og bara, horfðu þá Up in the Air, sko. Hún bara feel good og bara George Clooney flottur, þau öll flott og bara tilnæmd til 6 Óskarsverðlauna þannig að mæli með alveg heilsugar en við tökum eiginlega alltaf myndir í 2-3 bútum það er bara allir orðnir þreyttir og svona svo er bara mánudagur og var all fjölskyldan? Nei, hann er farin að sofa, Hjörtur er farin að sofa og við bara horfum þegar hann er sofnaður og nú er ég að kíkja eftir á dagatalið og sjá, hvað get ég á mánudaginn á mánudaginn já, þá var ég í rosa bara svona mikill praktík, að því nú er bara að byrja
jólabókaflóð og eitt af því sem ég ger þá að, þú veist, ef ég er með bóka þá fer ég í skóla og les upp og kynni bókina og... Hefurðu gaman að því? Já, ég hef gert mikið af því og það er mér rosa mikilvægt að vera í samtali við lesendur og sjá bara hvað er að virka, hvað er ekki að virka og mjög oft bara líka til að setja press á sjálf á mig talandi að, þú veist, komast þér einhvern veginn á stað ég er eiginlega alltaf spurður hvað er næsta bók og ég er oftast með einhverju grunnhugmynd þá segi ég það bara vegna þess að ég hugsa með mér ef ég kem hérna eftir ár og ég er ekki búin að delivera það sem ég lofaði núna þá er ég legari þannig að þú veist, ég verð að standa við það sem ég sagði og þá er ég búin að setja smá pressu á sjálfa mig að delivera því sem ég lofaði þannig að en líka bara að þú veist spyrja bara hvað, þú veist, stundum bara hvað langar ykkur að lesa, hvað vil ég lesa skilur, af því að ég nenni ekki að skrifa eitthvað sem enginn ætlar að lesa og þannig að ég var svolítið bara í því að senda pósta á skólana en svo líka bara, þú veist, að horfa á Peacemaker og á HBO og Star Trek sko þannig að það er bara svona í bland og bara, byrja svona móta líka bara þessa hugmynd fyrir vorið. Finnst þú skrítið að þú spilar ekki D&D? Ég veit það bróður minn, hann spilar D&D og er með þess að sko Dungeon Master þannig að ég bara ég hef bara ekki dottið inn í þetta þá sko það meikar ekki sans. Nei, ég veit, svo er ég alltaf í Nexus líka já, ég sáði deil frá Nexus hana. Já, ekki er það eitthvað já, svo bara sækja hann eftir frístund og svo bara elda mat, ég man ekkert hvað hann maturinn mánudaginn núna, síðasti rétturinn frá Eldum rétt sem var besti rétturinn við biðum með hann þá getið síðast, við keyptum 5 rétti við biðum með hann þá getið síðast að við heldum hann er versti rétturinn að við vorum alltaf svona, þessi og hann var alltaf út undan svo var það eiginlega bara besti rétturinn sem var eitthvað svona fiskur í einhverju svona rjómasósu með einhverju sem ég man ekki alveg hvað heitir sem var svo hrísgrjónin var samt eiginlega pasta svona, eitthvað orsú eða osrú eða eitthvað svoleiðis ofsalega næs og svo bara kvöldi að þá held ég að við höfum klárað okkur nýjar? Nei, Védís fór á okkur fund ég svæfiði og svo var ég bara, ganga frá basically. Classic, spennandi Þú lest fyrir hvað heitir svona þinn fyrir? Hjörtur, já orðið kjánalegt að segja alltaf bara strákurinn hvað sé gamli? hvað sé leiti? Það er samt alveg gott að vera með svona nickname ef maður man ekki nöfn sko. Það er alveg, Lest alltaf fyrir hann á kvöldin Já, alveg stundum, hún er líka bara gaman en samt, hann tekur svona tímabil sko, sem hann er líka bara, hann vil ekki að við lesum fyrir hann vill bara fá að skoða sjálfur og bara svona, finnst það næst, hann er einmitt og við þrjú erum personur í bókinni sem við Lóa erum að gera saman, þetta er bara svona algjör svona basically bara smábátabók sem er sko að því hún er gefin út í Bandaríkjunum og skrifuð fyrir Bandaríkjamarkað og við vorum beðin það og svo þýttum við hann ég þýtti hann ef við erum á íslensku þannig hún kemur út á sama tíma og þetta er bara dagur í lífi stráks á Íslandi sem er að fara í sveitina til og afa þannig að bara einn á leiðina og fyrir við sund og þetta er bara svona 1-2 setningar á hverju opnu bara mjög svona basic en æðislega myndir eftir Lóu þannig að og þetta er svona fyrir yngstu hvernig er maður beðin að skrifa ungbarnabók fyrir bandarískan markað? Heyrðu, það er að því að ég hafði skrifað eina bók nú þegar fyrir þessa bókaútgáfu sem heitir Barefoot Books þetta er, eins og ég hef stundu sagt þetta er eina góða sem kom út á Twitter að ritstjórinn þar fann mig í gegnum Twitter hún basically bara hendt út status þekkir einhvern barnabókahöfund á Íslandi og einhver taggaði mig og sagði tala við þennan og þá hafði hún samband við mig og sagði bara, þú veist, við erum lítið bókaforlag hérna í Boston erum að gefa út alls konar bækur þú veist, okkur langar að gera eitthvað sem er Íslands miðað og úr því varð bók sem heitir á ensku Stranded og íslensku Strandaglópar sem eru byggt á sannri sögu frá því að afi minn og vinnur hans sem voru ljósmyndarar urðnast því út í Surtsey ári eftir að hún kom þú veist, upp úr sjónum að það glemdist að sækja þá þeir komu að taka myndir og þetta er bara það, þú veist, bara gleraugun þeirra bráðnuðu og þú veist, og þeir voru ekki með mat og þeir voru í 3 daga 3 daga? Þetta var bara algjörvilsa drápusnastuði og og sagan bara teiknari frá Breitlandi sem að teiknaði myndirnar og bókin varð smá hittari úti og vann alls konar verðlaun ég fór til Bandaríkjanna síðast sumar að taka móti okkur viðurkenningu og eitthvað alveg crazy, þannig að þau vildu gera meira og þá komu þau með þessa bók sem að við lóðum með að þau gera svona bók frá hægt og rólega að ná öllum löndum heimsins
þannig að þau eru með lokal höfund, lokal teiknara sem er líka ógeðslega flott af því þá þarf ég ekki að vera að díla við eitthvað teiknara og útskýra bara nei, íslenskar kindur líta ekki svona út þú veist, það er ekki með hala þú veist, eins og sem staðar þannig að það er rosa næs og þau velja bara teiknaran þau fundu Lóu og leist vel á hana og bara do you know who this is og ég bara, já, ég veit hvað þetta er bara Lóa er æði og svo er ég að vinna núna að 3. bók með þeim sem kemur líklega eftir svona ár eitthvað slis nice. Þannig að það er bara næs sko Geðvegt. og svona, já og þetta er einmitt sko líka þetta er hin hliðin á þessum samfélagsmiðla tening einmitt, þetta er bara þetta er akkurat það sem hann vill að samfélagsmiðlar séu nefnilega og það var bara eins og í sumar ég fór hérna og tók kaffi með einhverjum bókasafnskennara frá Bandaríkjunum sem að þau hefðu verið með kosningu í skólanu sínum, þú veist, uppáhaldsbók ársins og það var þessi Surtseyjarbók og hún bara, hey, I'm in Iceland, are you the author of Stranded? Þú veist, ef að taka kaffi og við bara, ég og maðurinn hennar, og þetta er svona eldri kona bara hittust og fengum kaffi og ég vorum bara að spjalla í klukkutíma og geggja og bara, þú veist, og ég bara spyrir bara hvernig er að búa í Bandaríkjunum núna þau bara, þú veist, og bara ég er ennþá í bandi við hana af því að það er að koma ný bók og hann langar að lesa hana þannig að það er ógeðslega gaman að einmitt, eins og þú segir, þetta er góða hliðin á samfélagsmiðlunum og þetta er líka sem að svona, okkur var selt eða þannig, þú veist, að þetta væri að connecting the world sem það gerir bara ekki alltaf á góðan Mánda Ef að tala um þriðjudaginn kíkja eftir þessi mann heyrðu, á þriðjudaginn já, þá tók ég kaffi ég tók fyrst kaffi vakna, skutliskóla sjálfur aðeins að vinna og svo hitti ég vinn minn hann Jóhann Ævar Handriðsund og við hittum reglulega og hérna ég er að skrifa seríu í rólegheitum fyrir sagafilm og Jóhann Ævar er miklu klárari heldur en ég þannig að ég fæ að bánsa stöfi á honum og hérna það er ógeðslega næs það er svo gott að eiga klárari vini já það láta mann sjálfan líta betur út það er mjög mikilvægt að eiga nokkra þannig og hérna þannig að ég var alveg þar í 2 tíma en samt meiri hlutan af tímanum fyrir að bara, þú veist, við erum að tala um verkefnið en líka bara ert múin að segja þetta, ert múin að horfa á þessa þú veist, og mæla með hinn og þessu og svo leys og það er mjög næs og svo... sem er náttúrulega bara að skrifa líka mér, að horfa en það er það og það var einmitt, hann einmitt gaf mér þann líkil þegar ég var einhvern tímann fyrir einhverju síðan að með svipun og sjálfum mér yfir því að hafa verið að eyða morgninum í að horfa á eitthvað í stand fyrir að vinna og hann bara þetta er samt vinnaðinn, þú ert að búa til sögur og það að horfa á þætti þú veist, það er eins og að lesa bók og það er bara rétt þannig að, og það er stór hættulegu lykill samt, af því að þá get ég alveg notað það sem afsökun einmitt, en ég minna, það er samt alveg, þú veist að fá nýjar hugmyndir og skoða líka bara, þú veist, ef eitthvað er ekki að virka akkur var ég ekki að fíla þetta þannig að maður er alltaf með þau gleru einhvern veginn á nefinu maður þarf að passa sig með sko bara að hafa þau að þú veist, að gleyma ekki glerugunum en svo erfitt samt stundum að geta ekki tekið þau af þegar maður vill bara njóta þú veist, ég til dæmis er hræðilegur áhorfandi á leikhúsi bara, og mér langar ekki að vera það bara, en ég fer og ég bara eitthvað akkur er þetta svona, þú veist og það þarf svo lítið til þess að bara, og ég finn til með hófi að þessu leiti bara, af því að þú veist, bara kvöldi mitt er ónýtt bara út af einhverju einni setningu eða einni plasseringu og ég bara, hvaða fucking akkur er þetta svona og en sko, já, þegar vinir mínir sem eru uppistandarar eru að bansa einhverjum bröndurum, þá er ég alltaf strax bara eitthvað, ertu búin að sjá þennan grínista hann talaði um þetta þarna einmitt, og mér finnst það bara að vera sjúklega ganglegt að vita hverju maður er að stela og líka bara einhvern veginn svona, þú veist, oft maður vill tala um viðkvæm mál og það er hægt að gera það vel og það er hægt að gera það illa að sjá það gert vel en er, þú veist, er það gott eða slæmt sem uppistandari að geta googlað hvað sem er til að, þú veist, ef þú færið hugmynd að, þú veist, í gamla dag var þannig að þú bara tókst á hugmynd og stækkaðar hana og bara varst að vinna með hana, en núna kannski, þú veist, ef þú googla strax að þú ætlar að tala um eitthvað málefni og googla það og orðið stand-up eða comedy og sérða einhver, þú veist, hefur talað um það, færða þig til að breyta brandarnum með hendunum eða sko, fyrir mig þá og ég hugsa nú að þetta sé það sama fyrir rithöfunda að þú veist ég tel mig vera með frekar einstakt
point of view og ég held að þú veist, maður þurfi það bara ef maður er að 100% ef maður ætlar að fara að segja eitthvað einhvers staðar þá þarf maður að vera með, þá allavega að trúa því þannig að sko þá sjaldan að ég heyri einhvern segja eitthvað eins og ég ætlaði að segja það þú veist, þá er það heart-wrenching verra ég hef lent í því sko á Íslandi með miklu færari grínista en mig að ég skrifa brandara sem ég segi kannski á einhverjum open mic eða eitthvað sem ég sæki minna en ég ætti að gera og síðan heyri ég einhvern grínista segja þann brandara og ég veit að hann er ekki að stela honum af mér skilur ég sagði hann fyrir 5 túrista á ensku en þetta bara hann fekk sömu hugmynd og ég bara eitthvað leið í loftinu og segir hann miklu betur en ég hefði nokkuð tímann gert það fer svo illa í ég lenti einu sinni sem aðra eldjón ég á með einhvern bit um vape sem ég bútseraði og sagði einu sinni á listaháttíð og stöðva fyrir svona 30 manns sem var ég að vinna sem tæknimaður á sýningu hann var alltaf með Tjarnabíó fyrir áramótasköpið og hann sagði nánast sama brandara með sama point of view en bara, þú veist, hann er alltaf 1000 sinnum betri grínist en ég hann bara öðruvísi og hann sagði þann, þú veist, 1000 sinnum betri og ég var bara eitthvað, tjöfullin en er það fyrir þig eldsneyti eða er það, þú veist, tekur það fyrir mig þá er svipan eldsneyti þannig að það sem gerist hjá mér er að fyrst verði ég reiður út í heiminn og svo þetta sjálfan mig og síðan hugsa ég ætla að sína heiminum Mér er svo gott að kvót frá Steve Martin sem segir, þú veist, be so good they can't ignore you mér finnst það mjög gott kvót það er mjög, ég hef ekki heyrt það bara, ég er mikill Steve Martin pókin hans, Born Standing Up æðislegt brilliant það er mitt ég er að fara til London núna eftir 2 vikur og hann er nýbúinn að gefa út nýja bók sem er ekki hljóðbók þetta er svona samansafn af gömlum reitgerðum og ég er með áritaða á skrifstofunum minni, áritaða innrammaða plötu sem ég keypti á eBay, Steve Martin og hann í hvíta my god, Let's Get Small nei jú, kannski, ég man ekki hvað hann hét núna ég þarf að fá að sjá hann einhvern tímann ég bara, og svo er ég með svona bref sem fylgdi með sem var bara authentication hann er rúglega verið, þú veist, að greiða að koma á flugvél eða eitthvað, einhver ráðast á hann með plötu til að fá hann til að árita en ég er sucker fyrir svona ég var að hlusta viðtalið Bill Murray daginn, talað þessar árásir herði, ég held ég að hlusta þið voru að tala litin á pennunum nei, kannski, ég man það ekki, það sem ég man úr því er að þetta var í New York Times og hann var að tala að my job now is taking selfies Jesus þetta er svo þannig að alltaf þegar hann er beðin selfie þá eitthvað I'll take the picture og tekur bara eitthvað því hann gerir það allan daginn þetta er alveg, nákvæmlega en þetta er eins og þú er heyrt með hérna nafnspjöldin sem Steve Martin var með þú veist, in the 80s eða eitthvað þegar bara hann nær hámarki þá er náttúrulega bara hann ekki látin í friði þannig í staðan fyrir að gefa einaðaráðanir eða taka myndir, þá var hann alltaf bara með nafnspjöld og nafnspjaldi var basically bara þetta nafnspjald staðfistir að ég hitti Steve Martin og hann var kurteis, sniðugur og kom vel fyrir og svo bara kvittaði hann til Steve Martin og svo, þú veist, þú fékkst bara nafnspjaldið það er ógeðslega sniðugt þannig að, og það eru einhver svoleiðis nafnspjöld á eBay og eitthvað svoleiðis, það bara kosta allt og mikið en þetta er mjög clever og hann er mjög, það er æðislega heimildamönd líka á Apple Steve Martin í 2 hlutum sem kom í fyrra, hún er geggjuð það er að koma svona ein svona komik komum George Carlin sem Judd Apatow gerði einhver sería en þetta eru 2 þættir og annar þátturinn er bara hvernig hann var þessi risa stand-upisti og bara verið að bara hvernig hann greinir grínið og gamla glósubækur og tala við, þú veist, samstarfsaðila gamlar kærustur, bara hvernig þú veist, og hann, og svo seinni hlutin er bara hann í dag og bara ding dong, herru, Martin Short er komin í heimsókn og við erum að reyna að workshopa brandara og þeir sitja bara báður upp í sófa með sitt hvora fartölun og bara, en ef við gerum svona þú veist, og bara þeim fyllt eftir og það er ofsalega áhugavert þetta mæli með, sko, bara fyrir áhuga mann komik, sko en líka bara hvernig þú veist, bara þessi tildækni listamaður virkaði, þú veist, hann var í hvítum jakkafötum af því að það voru svo margir áhorfundur annars sást hann ekki á sviðinu, fólk var svo langt í burtu það var ástæðan fyrir að vera í hvítum jakkafötum svo hann sæist, þetta er fáránlegt mér var þetta svo cool, sko, í Born Standing Up að þú veist,
í fyrsta lagi, ég hlustaði á hana þegar hún kom út sem hljóðbók og það breytti algjörlega bara hvernig ég skrifa grín og hvernig ég tala um grín og hann er með bara svona brektist viðþorf, þú veist, þegar hann talaði um hana, þú veist, að það er þessi taktur í bröndurum þegar hann talaði um að snúa taktinum við af því áhorfendur voru bara farnir að leika áhorfendur og það bara einhvern veginn svona, þú veist, ég breytti öllum mínum hrynjanda í gríni eftir það ég vil áhorfendur hlusti á það sem ég er að segja og það sem er svo skemmtilegt líka er, þú veist, hann var svo þú veist, þetta var svo absúrdist en hann var samt risi en það er náttúrulega, þú veist, það er með þessa antikomedíu og er bara, maður horfur í dag og maður er bara Er þetta fyndið? Já. En það það, en þetta er samt bara, þú veist, fólk liggur og hann er bara að gera svona, eða þú veist, maður er bara af hverju er þetta fyndið? Já, nákvæmlega, þannig að það er, já, einmitt, nei, ég mæli með henni, hún er æðisleg, sko. Ég ætla bara að horfa á hann í kvöld, sko. Já, bara, go for it, mjög næs, sko. Hvað gerður í gær? Heyrðu, ég fór í ræktina í gær, ég nýbyrjaður. Minn maður, í hvað rækt ertu? Í hreyfingu. Já, næs. Finnst það mjög næs, af því að hún er bara svolítið róleg, hún er hrein. Já. Og það er allir bara svolítið slagir nema einn gæði sem var að lyfta ykkur mjög þungu á meðan ég var á brettinu það gekk mikið á en hann var bara fyrir aftan mig og ég bara svona you go, bara flott hjá þér þetta er erfitt en þú stendur þig vel það er svo erfitt einmitt sko af því að þú veist ég er bara svona smá bolla sko og vil ekki að fólk sé að spá í mér þegar ég er í ræktinni af því að ég, þú veist, ég er ekkert flottur í ræktinni en síðan er ég að hlusta á gaura sem að eiga heima í ræktinni þetta er þeirra vettvangur og ég er eitthvað, djöfull ertu byrjandi ég er alltaf bara með tónlistar hljóðbók eða eitthvað sko, en þessi bara þú veist, á brettinu er ég að horfa á The Pit á brettinu. Ég var að klára The Pit í gær. Ekki þannig, ég bara í þriðja þætti. Þannig að ég bara til að drífa mig í ræktina, þá er ég bara með þá reglu, ég má bara horfa á Pit á hlaupabrettinu. Mjög gott. Þannig að ég bara með það, þú veist, það er hvati fyrir mig til að hlaupa í 10 mínútur viðbót til að bara sjá hvernig þátturinn endar. Og ég heyrði í gæjanum í gegnum það og ég samt með noise cancelling en það var líka bara, þú veist, stuna og svo þungur dingur þannig að hérna, en mér var samt svo gott sko sem, ég held að veist að í World Class laugum minni með að hafa verið einhvers staðar í World Class, þannig að stóð ykkur tíma sko, ef þú þarft að henda lóðunum frá þér, þá eru þau of þung verður að taka léttar mjög gott, en ég meina svo er fólk bara, gerist það besta en já, sem sagt, bara og er þar með smá program og er bara svona að, fer ekkert í neina tíma en þyrfti kannski að gera það er ágætis uppbrot en er bara svona einmitt að reyna að koma mér aftur á stað svona inn í haustið og ég er með jóga á svona langalistanum mínum en það er sniðut sko, ég fór í jóga fyrir styrra stráka fyrir nokkrum árum ég skráði mig og síðan fór ég aðgerð fór ekki en ég meina það er samt byrjun en það var mjög næs, ég mæla með sko, jú, það var mjög næs en já, það er svona, ég heldur ekki verið að sækja tíma ég er í World Class fyrir alltaf málega, ég er ekki með hirtnatala því ég fer alltaf með vini mínum og við erum að spjalla við fórum saman til engaþjálfara og hún bjóð til prógram fyrir okkur það gerir mikið fyrir mig því að veit ég hvenær ég er búinn en ég er þannig, ég þarf bara mjög skýrt prógram og ég með eitthvað app þar sem ég skrái bara alltaf og það er mjög sniðut vegna þess að þá allavega í þessu appi sem ég er með þá getur þú séð hvaða þingdur þú tókst síðast þannig að þá getur þú verið eitthvað ok, ég var í 50 síðast, ég vil prófa 55 núna og bara, shit, ég næ því og þá skráir þú það inn þannig að þú veist næst ég nefnilega hefði þurft það, ég var í ræktunum daginn með Hófi og hún, engaþjálfarinn sem skrifaði niður eitthvað, gera þetta og takið svona mikið ég las vitleysa línu og ég tók þú veist 10 kílóum of mikið og fokkaði upp öxlinu minni, ekkert eitthvað hræðilega en samt alveg svona sem var Hófi að horfa á mig og ég var eitthvað, þetta er ekki þú þungt fyrir mig þetta er hæðin sem ég held að deyja af því að hún veit ekkert hver ég er samt, hún veit alveg hvern held ég var að plata eftir næstu í 10 ára sambúð ok, þannig að þú fyrst í hreyfingu og hvað? Já, svo er ég bara að skrifa og senda e-maila og svara e-mailum og aðeins að bara halda utanum svona skóla lestra og annað ég er að fara til London eftir 2 vikur með systkinum mínum og við erum aðeins bróðum minn býr þar og við erum að fara að heimsækja hann þau gáðu mér í 40-afmælisgjöf fyrra þessa ferð þannig að við erum að fara út og erum núna bara svolítið að henda á milli hugmyndum hvað við erum að gera og öll tips vel þegin. Hefur þú farið í Soho Theater? Já, ég held það. Það er litla leik, svona comedy club hálfgerður. Nei, ég hef ekki verið þangað. Ok, þar eru oft bara
heimsklassa grínistar. Ok. Ari Eldjón sagði mér að fara á það, hann sýnir alltaf þar þegar hann fer ok. á 2 hæðum. Ég fór þangað páskana með Villa og við sáum Eugene Murman uppistandara sem að var mjög stór í early 2000s og talar mjög þekktur rallleikari. Já, ok. Ég mæli með því af því að þar er eiginlega alltaf eitthvað geðvægt í gangi. Já, ok. Og Top Secret. Ég bara, það er líka uppstandsklúbbur. Ok, alright. Þar, þú veist, þar er loforðið að sé alltaf einn leynigestur sem er mjög stór. Ok. Mjög stór er, þú veist, afstætt. Þannig að, þú veist, mjög stór kannski breskum panel þáttum. Já. En, þú veist, síðan droppar líka inn, þú veist, James Acaster eða, þú veist, Ricky Gervais myndi kannski droppa inn ef hann er að vinna í einhverju. Ok. Við fórum til LA, þú veist, 2016 og þá fórum við á hvað heitir það? Comedy Store. Já, og vorum sítuð bara fremst nice. Og alls konar lið og svo sem var ástæðan fyrir að við fórum semst Mark Maron endaði oh my god og eftir sjóið þá voru þeir allir grínstandi bara fyrir utan eitthvað að spjalla og ég var bara það er Mark Maron og við bara viltu ekki fyrir að tala við hann nepp og hún var bara kontu og við fórum og þú veist töluðum aðeins við hann og ég tók í hendina á hann oh my god ég er cool, starstruck by proximity af því að ertu búin að sjá nýja special hans, Panicked? Ég er ekki búin að sjá allt, nei. Það er snill. Ok, ég þarf að tjekka á því. Ég á sko, svona mug. From what the fuck? Já. Geðveikt. Og bara er búin að vera með að hlusta á einhverja á þessum viðtölum að þeir eru búin að vera fárið allt núna að kveikja elda og brenna brýr allstaðar sem er bara geggjað. Og og er mjög forvitin hvernig hann ætlar að enda mér finnst sko, það sem hann sagði í eitthvað svona eitt af fyrstu hann var hjá Bobby Lee grínist á asíska og rauðþaragurnum það sem hann sagði með allt þetta svona anti-transdót er með hann þú veist, af því að ég er alveg svona card carrying member of góða fólkið og óþolandi fólkið mér fannst hann sko negla það svo mikið þegar hann sagði it's hack þegar allir þessi grínistar í Rogansphere eru bara að sparka í hinsegin fólk bara að segja, þú veist, þetta er ljótt og þetta er líka bara lélegt þetta er bara á mörgum levelum ekki bóði og þú veist, af hverju er það að halda áfram að segja sömu brandur og búið að sagja þér í 60 ár bara lazy en enda urðu þeir allir brjálæðir að því hann hitti á þarna taug og bara gæjarnir sem eru bara það má segja allt og svo bara, nei, það grilla má ekki það er allir brjálæðin og bara, hér er heimsins minnsta fiðla þú veist þannig að þetta er bara, en Panicked var, hann talar um þetta sem trilógíu það var End Times og síðan milli eitthvað það var fyrst sem að konan hans heitin leikstýriði Lynn Sheldon, mér finnst það geðveikt síðan kom nummer 2, mér finnst allt í lagi og mér finnst nummer 3 From Bleak to Dark geðveikt, það er gaman að hitta einhvern annan sem fílar Mark Maron við erum Íris Tanja líka, leikona ok, ég ætla að hringja hana, öskraði Boomer Lives og skellt á við erum nokkur sko. við erum nokkur ok, og vorum við að tala um gærdaginn? Já, gærdaginn og í kvöldið var ég með lambalæri ákvað bara hendi lambalæri af því að það var ekkert mikið dýrara heldur en hakk og ég var eitthvað munar 1500 kalli, ég ætla bara að taka þetta læri oh my god þannig að það var bara sigraðar kartöflur og græna bönir og það var næstuð í jól nema það var ekki laufabrauð og jólaður þannig að bara, lambalæri og sætar brúnaðar kartöflur þetta er svona þetta og pönnukökur er það sem ég hef svona lært eftir að byrja með sveita konu einmitt það tók mér svona langan tíma að fatta hvernig ég ætti að ná purunni almennilega stökkri og ég var lengi vel var búin að segja við mig að setja síróp á það var ekki að virka en það bara að þú setur smjör strax svona þá er það og botnar hitan aðeins rétt fyrir lokin þá smjör á strax áður en ok þá verður sósan líka góð sko sem að þá er smjörið komið aðeins í sósuna ég hef ekki gert það, ég ætla að gera það næst en ég ætla líka að gera það sem að ég hef eftir tengdafjölskyldunum enni sem er púðursykur þegar maður er hálnaður cirka kannski ekki meira en hálnaður þú veist, á botna þá með púðursykri til að ná ertu búin að gera eitthvað í dag?
Búin að fara með strákinn í skólan, búin að vera á te og kaffi einmitt og skrifa og horfa á Star Trek. Nice. Og- Já, þú horfir á Star Trek á te og kaffi. Já, ég horfi rosa mikið á þætti á kaffihúsum Mjög gott. sem missniðugt að þeir stundum er eitthvað, þú veist, þess að ég var að horfa á Peacemaker og allt í nú var bara, þú veist Orgi, já. Já, nákvæmlega en bara sem betur fyrir þá sneri ég í áttina vegg og enginn sá neitt Já. þannig að ég var bara svona, ok, ég ætla bara að fara að vinna núna þetta var Q mitt að byrja að vinna það er svona, hefði alltaf vita betur takk James Gunn þannig að Líka óhefnilegt sko fyrir barnabókahöfund ef að já, það er ofurheiti annað þannig að þetta en hérna já, nei, þannig að ég bara, já, mér finnst gaman að horfa á alls konar bara, og svona já, og svo bara hingað, svo emitt eitt ég góðu korter í að finna stæði það tókst að lókum Já, ég var hræddur með sko að vera ekki tilbúin til að kemur af því að þetta korter í að leita á stæði skömmu á vandaðir Herri, ertu með vandamál fyrir mig til að leysa? Já, býtu, ég var búin að hugsa eitthvað hérna sko, hvað reynda pínu tengist því sem við vorum að tala í byrjun en þetta var, ég var búin að hugsa þetta í gær sko, hvað hérna þegar þú færð ritstíflu, hvað gerir þú til að, þú veist Já, einmitt það, sko, þegar ég fæ ritstíflu og ég þarf actually að delivera þá Hófi hattar þetta þá af því hún er læri ritstjóri og þá stróka ég allt út okay. sem ég var búin að skrifa og byrja á einhverju öðru okay. Og þú veist stundum er það þá bara þú veist, þetta er þá helst ef að ég er að skrifa þú veist, ef ég er að fara veislustýra og er að skrifa brandara fyrir það fyrirtæki eða fyrir þá veislu eða þegar ég er að skila pistlu upp á heimild oft þegar ég hendi öllu og byrja aftur með tóma blaðsíðu þá, þú veist, koma hugmyndinar úr upprunalega textanum þangað inn Já, það lifa af og eða þá að, þú veist en ég er ekki að hugsa það, þú veist, það sem ég byrja upp á nýtt ég er ekki að hugsa, ok, ég ætla að skila þessu Nei þá klára ég það og þá einhvern veginn svona fær maður dópamin kekju og þá get ég vaðið í næsta sniðut, bara platar heilan svolítið Já, ok, það er sniðut, ég hef ekki prófað þetta ok, cool, takk er eitthvað sem þú vilt spyrja mig að þið ber enginn skylda til hvað kom til að þú byrjar með þetta setup dæmi Heyrðu, það var af því að ég var búin að hlusta svo mikið á What the Fuck with Mark Maron og Conan O'Brien Needs a Friend Einmitt og sko origin story hans Mark Marons sem var, þú veist, að hann væri ég nú ekki hvergi næri á sama stað og hann þegar hann byrjaði hann var búin að brenna þá alla brýr á baki sér en einhvern veginn svona hann var svolítið svona hann var stökk í ferlinum mér finnst ég vera stökk í mínum uppistandsferli þannig ég er svona að hugsa eitthvað svona mér finnst gaman að grínast, mér finnst gaman að tala við fólk Já Sniðut Og viku-konsepti, hvernig kom það upp? Ég hlustaði á podcast sem heitir What Did You Do Yesterday og mér finnst það ekkert mjög skemmtilegt en ég stál því Ég get gert það 7 sinnum betra En já, mér langaði bara um podcast hlusta og það var eitthvað, já, þetta er sniðugt og afmarkað Ok, geggjað Ok, cool, já, ég held það Takk hérlega fyrir komuna, er eitthvað sem þú vilt plugga eða eitthvað? Heyrðu, bækur fyrir jólin, einleikur í janúar Kaftið frábær, sem ekki barnaverk hérna, Akureyri 2 sýningar miðan í janúar og Tjarnarbíó 2 sýningar vikuna undan, þetta er aðra og 3. vikuna í janúar sé, þannig að endilega næli ykkur með, þetta eru langsíðustu sýningar Og það er hægt að kaupa miða núna strax Já. bara endilega gera það Nákvæmlega Hvernig væri það svona einu sinni að kaupa miða fram í tíman? Hvernig væri það? Einu sinni Takk hérlega fyrir komuna Takk sem leiðis